hjartanlega velkomin í Hannesarholt. Ragnheiður heiti ég og einn af stofnendum Hannesarholt. Við erum að syngja saman í dag í þessu fallega góða veðri. Harpa Þorvaldsdóttir að stýra hjá okkur. Hún hefur gert það ofta áður, mörg ykkar þekkið hana. Við höfum haldið syngjum saman síðan á vordögum 2013. Klöppum fyrir því. Meira en 10 ár og við byrjum að streyma þessu mjög snemma. Fyrst bara á síman okkar, nú þið nóga fínt svona professional, Inga Vívík hérna hjá okkur. Þannig að vinir og ættingjar út í heimi og jafnvel út á sjó geta sungið með og svo getum við alltaf flett upp á þessu seinna. Og svo þegar við mætum á hjúkrunarheimilinu hjá ættingjum okkar, þá bara sækjum við þetta á Facebook á símanum okkar og syngjum með þeim. Þannig höfðum við mamma þetta. Mamma var einhverja, við kom alltaf með mér hingað og við sungum. Höfðum ægilega gaman á meðan það var hægt. Hún lést í sumar og við njótum þess að syngja áfram með henni í vetur. Þannig að í vetur þetta mömmu til heiðurs og mamma var í vor með okkur Hörpu að syngja og við bara njótum og njótum hvers einasta dags og söngurinn hjálpar okkur svo rosalega mikið vel til þess, við vitum það. Svo sannarlega. Bara take it away, Harpa. Yes. Þú flettir. Já. Flettar við. Byrjum þetta bara svolítið angurvægt. Sigla. Tilvalið að byrja bara angurvært. Næsta lag hér eru aravísur og þetta lag sem ég held mikið upp á. Ég hef aldrei kunnað textan almennilega en einhvern veginn alltaf söngla þetta svona það sem ég kann og mér varst tilvalið að setja það inn í þetta prógram. Og Ingibjörg Þorbergs, drottning, á þetta og hann Ari, það svo gott að vera forvitin og sérstaklega núna einhvern veginn þessum síðustu verstu vonum að allir og öll börn bara fái að njóta forvitinnar og spyrja og spyrja og spyrja og spyrja. Það ekki? Aðeins að rifja þetta upp. Sætur, jafnvel eins hann grætur.
Hvað við því hafa hundarnir há. En spurning bara, nei. Við erum að segja, getur við flett niður? Niður. Svona, bæði pappa og mömmu. Og bæði pappa og mömmu og afa og ömmu. Þreytir endalaus spurningasög. Hvar sólin nætur því sigurinn sætur. Afi geymdu hver skapaði Guð. Hvað heimsendir amma, hvað eilífðin mamma, pabbi af hverju vex á þér sker? Því afi svo feitur, því eldurinn heitur, því hei ekki hanarnir Hvað þykknar í Ara þau ekki svara og þá verður hann ekki ró. Svo heldur en þegja, þau svara og segja, þú veist það verður stór. Fyrst hikar á svarið þá hugsar hann Ari og hallar þá kannski undir flatt og litla stund þegir að lokum hann segir þið verðið að segja mér satt. Syngjum á la la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Þetta er lag sem maður þarf að lifa. Það lifir ekki nema við syngjum þetta. Og það er nefnilega málið. Nú er ég aðeins, að því ég er búin að vera tónmentakennari í 10 ár í Laugarnesskóla, þar sem að morgunsöngurinn er allsráðandi og á hverjum einasta degi. Og tónmentin hjá mér einkenndist mikið af söng. Sungið, það var alltaf sungið. Auk annara, leikja á annara þetta. En krakkarnir þar eru bara vön að syngja. Og þetta snýst það, að gera sönginn að bara venju. Því að ef við hættum þessu, og þá hætta börnin okkar líka og þá gleymast þessu lög og það bara má ekki gerast. En nú er ég sem sagt aðeins að gera annað í dag og það gleður mig mjög að því ég er ennþá að vinna við sönginn, að því ég er að breiða út boðskapinn og stuðla að auknum söng í skólum, í almennri kennslu. Eins og þetta var áður fyrr, það var svo mikið sungið, já, að því að söngurinn er svo ofboðslega gott tæki til náms líka. Þannig að bara áfram. Næsta lag, myndin hennar Lísu, eftir hennar Olgu Guðrúnu Árnadóttur, ótrúlega fallegt lag og fallegu texti. En Olga Guðrún fagnaði 70 afmæli sínu í ár. Þannig að það er að gera að syngja lögin hennar, sérstaklega núna, alltaf samt líka. Free.
Gerum þetta aftur. Gult fyrir sól, grænt fyrir líf, grátt fyrir þá sem lega menn út í stríð. Hvítt fyrir börn sem biðja frið, biðja þess eins að fá að lífa eins og við. Jörðin fyrir alla. Taktu þér blað, málað á það, mynd þar sem allir eiga öruggan stað. Augu svo blá, hjörtu sem slá, hendur sem þegnar halda frelsinu á. Þá verður jörðin fyrir alla. Hvað kemur næst? Þetta er nefnilega svolítið svona hjá mér að því að ég stjórna söngstundum einu sinni í viku á Hrafnistu í Reykjavík. Ótrúlega gaman. Og þá erum við með bók sem við erum svolítið bundin við. Og í staðinn fyrir, og til að halda þessu svolítið spennandi, að þá er ég oft með svona blind val. Og þá loka ég augunum og opna bókina og benda á lag. Þannig að það er lítið svona þema hjá okkur. Við bara vöðum í alls konar og það er ótrúlega gaman. Og ég er svolítið með svoleiðis hér, svona, það er ekki þema. En er það ekki bara allt í lagi? Þema er bara að njóta lífsins saman. Þema er að njóta og njóta þess að syngja. Ég veit þú kemur eftir Oddgeir og Ása í bæ. Afsakið. Ég veit þú kemur í kvöld til mín, þótt kveðjan væri stutt í gær. Ég trúi ekki á orðin þín, ef annað segja stjörnur tvær. Og þá mun allt verða eins og var, sko áður en þú veist. Og þetta eina sem út af var, okkar á milli friðinn leist. Og seinna þegar tunglið hefur töllt langan veg, þá tölum við drauminn sem við elskum, þú og ég. Ég veit þú kemur í kvöld til mín, þótt kveðjan væri stutt í gær. Ég trúi ekki á orðin þín, ef annað segja stjörnur tvær. Ef annað segja stjörnur tvær. Ó, glæsilegt. Tökum slagarana núna. Þetta lag, við erum upp á ansi breitt tónsvið, en það er bara... Er sumarið komið yfir sæinn og sólskinið ljós
svona margt fólk og svona mikinn söng. Við vorum hérna í miðjum faraldri og þar var Ragnheiður alveg gallhörð á því að við ætlum að halda þessu áfram og það var frábært af því þá var syngjum saman bara í streymi en það gátu allir verið með og það var vel sótt heima. En það var svolítið skrítið samt að vera hérna og það var fullt af listamönnum sem kom fram. Það var allt öðruvísi, það var samt ótrúlega gaman. Alltaf var tveir í salnum, það sem ekki með. Jú. Heyriði, þetta eitt af mínum uppáhalds. Fyrir 8 árum. Fórum við á ströndum móti, en ég var bara eins og gengur, ástfanginn og saklaus drengur, en söknuði ég seinna fann að við hefðum getað vakað lengur og verið betri hvort við annað. Þetta lag var á þeirri spólu og flutt af Ríó Tríó og ég stal henni inn til mín og þetta lag var í miklu uppáhaldi á þeirri spólu. Man ekki hvaða útgáfa þetta var. Hafið bláa hafið. Þetta þekkjum við öll. Þangað liggur beint
Gúli og Jónas, þeir eru í miklu uppáhaldi hjá mér og nú er náttúrulega verið er byrjað að sýna Delirium Búbanis. Já. Ég á eftir að fara, sést. Já, ég er nefnilega heyrt það. Hún sé frábær. Í ár? Þetta vissi ég ekki. Nú veit ég. Já, nú er ég að afhjúpa fávisku mína. Jæja, allavega. Við erum nefnilega með nokkur frá þeim. Bíða aðeins, nú er ég orðin alveg rugluð. Einu sinni á ágústkvöldi, austur í Þingvallasveit, gerðist í dulitlu dragi, dulítið sem enginn veit, nema við og nokkrir prestir og harðir græna inn í bolabás og almansverkir fagur bátt og fáni sjálfbreiðar og hruni fyrir sunnan Eyktarás. Þó að væri árið hverfið, út á tímans gráa rökkurvel, við saman munum geyma þetta ljúfa leyndarmál, landið okkar góða, þú og ég. Það sem ekki má, það er ekki í Delirium Búbanis og ég er svo gleymin. Ég ætla að muna, hvað heitir í hvaða leikriti var þetta? Munið þið það? Nei, þetta var nefnilega ekki, ágústkvöldi var þar. Ég man það ekki. Góð saga, allavega. Gott lag, enga síður. Ef þú vinur vilt mér einni hjá að vera, það er ýmislegt sem ekki má þá gera. Vilja mig að faðma þig.
hver slagarinn hér og fætur öðrum? Kristína, nú syngur þú hátt og snjallt með, sko. Litla flugan. Ég ekki lengur 6 ára. Nei, ég veit það. Kristína vinkona mín úr Laugarnesskóla. Hún mikil söngkona, sko, og hún ekki 6 ára. Hún svo sannarlega orðin. Ég söng ekki hægt. Hvað segirðu? Nei. Ég söng ekki hægt. Nei, þú ert söngkona, rosa söngkona og að læra söng og allt. Það held ég nú, sko. Einhvern tíma léttum á það steina, lítil fjóla græni sem fyrir fót. Láski leikur brotin milli hleina, í bænum hvílir ítur vaxin snót. Og ef ég væri orðin lítil fluga, í innum glugga fengi flugið mitt, og þó ég heiti annars mætti duga. Hvað segirðu? Já. Það var úr leikritinu Allra meina bót. Akkúrat, það sem ég ætlaði að segja. Allra meina bót. Einmitt. Þetta bara svona, maður verður að hjálpast að. Næsta lag í Hlíðarendakoti. Þetta líka lag sem við þurfum að halda á lofti og halda áfram að syngja. Það bara þannig. Og þetta var eitt af lögunum hennar Marínu. Og ég svo þakklátt fyrir, ég var hérna 20. maí í vor, sem sagt. Og þá komu þær mæðgur. Og ég var hérna með stelpuna mína, hana Mathildi. Og við hittum þær svo eftir sönginn, þar sem þær voru að borða köku. Og það var alltaf svo gott að hitta hana. Tók alltaf í hendina á mér og bara, það var virkilega gott að vera nálægt henni. Þegar saman safnast hvað sumar kvöldin fögur.
þetta átti ekki að koma á eftir, sko. Klöppum fyrir gleðilega. Svo má fletta yfir þetta og þetta þá. Og þá var þetta næst. Þetta svona þegar maður að föndra. Kvæðið fuglana. Þetta alveg ótrúlega fallegt lag. Og það var, Davíð, hann samdi þetta eiginlega í 2 svona köflum. Það kvæðið fuglana og sá einn skáld. Það annar hluti. Og það svolítið, ég segi frá því núna af því að, systir mín, hún það aftast. Af því að það var góður maður á Hvammstanga sem lést, ég man ekki einu sinni hvaða ár það var, allavega, hann Bangsi. Og mikill og góður maður á Hvammstanga og ég söng fyrir hann í jarðarförinni og þá var spurning lag sem átti að flytja og þetta lag varð úr en Halla, systir mín, sem sagt, hún fann þarna þennan annan hluta, sá einn skáld, því við vorum að hjálpast að leita og það var einhvern veginn bara eins og skrifað hann, Bangsa og ég leyfði því að fylgja. Núna, þá syngjum við þetta sem við þekkjum vel og svo sá einn skáld í kjölfarið. Englar
Það má alltaf syngja lóuna og vorið og bjarta daga og svona þó að það sé. Þeir koma aftur. Þeir koma aftur. Það er bara tilvíðin að snert hörpu mín að stórt há í hörpu. Heldur það hafi verið tilviljun? Afsakið, það áttu ekki að vera. Þetta er tilbúðum að klappa. Maður má nú aðeins. Það er ekki. Lóan komin að veða með snjóinn, veða með leiðinni það kemur hún. Hún hefur sagt mér að senn komi skóinn, sól skín í dali og blómstur í tún. Hún hefur sagt mér til syndanna minna, ég sofi og mikið og vinni ekki nóg. Hún hefur sagt mér að vaka og vinna, vongla með dagar suminu góð. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Þetta er bara yndislegt lag hvenær sem er. Sumarið sæinn reyna, sumarið minna leina, draumalandið híminn hreina, þær opna sveitir sig. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Takk þú fram í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, blunda þá er stundin, stofur hjá með stindir þig. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Allt er ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma, sólskinsdögum síst má gleyma, segðu engum manni við. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta Já, hér er ein perla. Ég
Kannt þú Óskarsteina? Fann ég á fjalli. Ok. Hún kannti konum Yeah. Óskarsteinar, þetta er lag sem að nánast öll leikskólabörn kunna þegar þau koma í grunnskóla og það er svo dásamlegt að taka á móti fyrsta bekk og byrja að syngja þetta saman. Elska það. Nú ætlum við erum ekki í fyrsta bekk, en við ætlum að syngja það saman. Fann ég á fjalli fallega steina, valdi þá alla vildi þeim leina, vildi þar í hætti súga heilla steina, alla mína unaðslegu Óskarsteina. Langt er nú síðan leikir þá steina, lengur ei man ég óskina neina, þeir skyldu uppfylla ævi daga, ekki frá því skýrir þessi litla saga. Gersemar mínar græt ég lengur, geti þær fundið telpið að lengur, silfurskæra kristalla með græn og gráu, gullnaroðar steinar enda fjólubláu. Við förum víðan völl. Marskótsættina. Marskúarnir, þeir lendi í gær, þeir koma miski með ljósins skær, þeir reynda að kenna mér smá nokkurskap, en það besta var samt tja. Þeir eru gullir, þeir hvíta tær, þeir kunna dansana frá því þeir elska perur og banana, en samt elska þeir mest tja. Og þeir keyra sólkerfið kátir og bjóða mér það sem þeir eru þörf. Þeir eru bæði kúl og eftirláti og kenna okkur góð og gagnleg störf, til dæmis að drekka súkkulaði, borga gamlar skuldir, slappa af því og allt. Marskúarnir, þeir hafa stæl, þeir geta dansað vaðan og hæ, þeir kunna rúmur og smá samba, en samt kunna þeir best tja. Þeir gera þetta, þeir gera hitt, halda þeir gestirnir garga og spritt, þeir gera vel við barþjónana, en samt gera þeir best tja. Og þeir keyra sólkerfið kátir og koma við það sem þeir eru þörf. Þeir eru bæði kúl og eftirláti og kenna okkur góð og gagnleg störf, til dæmis að drekka súkkulaði, borga gamlar skuldir, slappa af því og allt. Það er svolítið fyndið af því að þarna seinna erindið með sprittið og barþjónana og allt þetta. Þegar maður er að syngja þetta með börnum þá er maður svona en í COVID þá öðlaðist þetta aðra merkingu. Það var gott. Spritt út allt og bara sjálfsagður hlutur. Já. Heyrðu, þetta kunnum við nú. Við erum ekki komið leið á þessu. Kannski. En við syngjum það bara að heyra.
þessu lagi Undir Stórasteini, af því að það er mikið uppáhaldslag hjá mér og ég bjó erlendis lengi út í Austurríki þar sem ég var í söngnámi og ég var alltaf að spila og syngja líka, ekki bara óperu og meðal annars var þetta lag sem ég spilaði mikið bæði í vinnu og svo bara heima og stelpan mín, sem nú eldri stelpan mín núna, hún var nú bara lítil á þessum tíma, hún hlustaði náttúrulega alltaf og meðvitaði einhvern veginn, maður bara var að gera og þetta eitt af hennar uppáhaldslögum og sjálf hún að syngja svolítið og án þess að hafa sagt mér það sérstaklega að þá tekur hún þetta inn í sitt prógram af því að henni þykir svo vænt það eftir að hafa hlustað á þetta í gegnum mig og svo nefnilega að því að ég var alltaf og að spila á Hrafnistu og þar var vinur minn, hann Jón Sigurbjörnsson, söngvari og leikari, mikill og stór maður og hann lést fyrir ekkert löngu síðan en hann var alltaf með mér, hann satt fremstur bara í hjólastólnum sínum og hlustaði, hann gat ekki sungið en hann hlustaði allan tíman og ég sá þegar hann var að fara með textana sem hann mundi og þetta var í ofboðslegu uppáhaldi hjá honum. Þannig að kynslóðirnar, sko, ef maður lætur vita af þessum lögum líka. Og dóttir hans var fyrsti starfsmaðurinn. Já, það tengist allt inn í Hannesótt, það er bara þannig. En mér langaði að enda þetta því mér finnst þetta alveg ótrúlega flott lag eftir þá Jón Múla og Jónas. Klædd í ullarpeysu og ná tær.
verður hérna yngri deildin úr Dómus Rock, söngshúsi Mörgumtálum. Dásamlegt. Bara áfram. Þannig verður þetta. Þá má ég og svo koma eftir jólinn. Svo má til upp á næstu hæðir og halda á þetta.